Komið þið sæl. Skulum byrja hér á að líta á gervitunglamynd sem tekin var hérna rúmlega 1 í dag og sýnir hversu bjart er yfir landinu. Það er snjór víða á norðaustur og austurlandi og nokkuð víða á norðvestanverðu líka og sérstaklega til fjalla. Það hefur orðið svona sæmilega autt á láglendi en hérna suðvestan til og á Suðurlandi er eiginlega orðið alveg snjólaust og fallegt veður. Eins sjáum við hafísinn hérna meðfram Grænlandsströnd en það er nú spott í hann þannig hann ætti nú ekki að trufla okkur á næstunni, en ef við lítum síðan á stóra yfirlitskortið okkar og við sjáum að lægðin hér austur milli Íslands og Noregs, hún hreyfist ósköp lítið og viðheldur svona norðlægri átt eitthvað fram eftir en hún er að veikjast og sömuleiðis er lægðin hérna við sunnan við Írland og hún er ekki að hreyfast mikið og ég raun má segja að lægðin hérna suðvestur af Grænlandi, hún er einnig mjög hægfara, þannig að það er mjög lítið að vera. Það myndast hérna hæðarhryggur seint á morgun yfir landinu sem færi síðan austur af þegar líður á og á hitasviðinu þá er nú ósköp litla breytingar hjá okkur næsta sólarhringinn eða svo. Það svona heldur lýsist liturinn yfir þessu þannig að það svona verða örlítið hærri dagur hitar en það er áfram viðbúið að verði næturfrost allavega núna yfir páskana. En þróunin síðan á veðrinu að það hefur verið svolítið éljagangur fyrir norðan í dag núna síðdegis og verður áfram eitthvað inn í nóttina en síðan styttir nú upp að mestu leyti undir morgun og í fyrramálið og það má nú gera ráð fyrir að hádegisbil á morgun geti staðan verið þessu líka býsna bjart veður hérna á sunnan og vestanverðu verður nú ennþá frekar skýjað á norðausturhorninu en hitatölur komnar alls staðar yfir frostmark og það má okkur reikna með að þetta eru hádegistölur þannig að getur nú búist við svona síðdegistölurnar getur hækkað 2 til 4 gráður mjög víða. En þróunin síðan áfram og þá yfir til laugadagsins er að það er þá helst að sjá að það verði mjög bjart og vindur er orðinn mjög hægur og bara vindáttin er breytileg hringinn í kringum landið og það er svona einn og einn úrkomublettur og gætu helst að hann er að sjá að þeir getur náð inn á Vestfirði að einhverju leyti en þetta er ósköp lítið og aumt og hitatölurnar eins og áður segir, þetta er svona á svipuðu róli og verður á morgun þá líklega heldur hærri en víða bjart og fallegt veður þannig að maður búast við að laugardagurinn verði bara býsna góður og síðan þá þróunin áfram að þá förum við að sjá svona að það fara að koma hérna svona suðaustanstrengur hérna við suðausturströndina sérstaklega og allt upp í allhvassan vind þar þegar það líður á páskadagsmorgun og svona það gæti leynst einhver smá úrkoma í þessu hérna við norðurströndina en þetta er almennt tiltölulega lítið. Hins vegar má segja að það má gera ráð fyrir að verði heldur skýjaðara heldur en verður þá bæði á morgun og laugardag. Þannig að páskadagur verður svona heldur skýjaðri. Þetta helst hérna á suðvestur og vestanverðu landinu þar sem að vindur stendur af landi að það verður líklega einna bjartast og það sama skapi meðan að sjórinn er þetta kaldur hérna fyrir austan land að þegar að andar af hafi að þá verða hitatölurnar eitthvað lægri. Og á annan í páskum er staðan óttalega svipuð þannig að það er bara hæg og austlæg átt og svona bjart með köflum víðast hvar og lítil sem engin úrkoma að reiknast á landinu þannig að þetta lítur út fyrir að verða fínustu páskar. Ef við förum síðan aftur yfir til Evrópu og lítum á stöðuna þar að þá er frekar úrkomusamt á Bretlandseyjum og nær það suður á Biskajaflóa í Frakklandi og sömuleiðis er þessi úrkomuskil hérna yfir austanverðri álfunni að þau eru komin hérna austar frá því sem var í gær og Ítalía svona lausir við og Balkanskaginn eru laus við svona helstu úrkomuna í bili allavega. En síðan þegar við förum hérna vestur eftir og förum yfir og kíkjum á Íberíuskagana þá er frekar skúrasamt hérna á vesturhluta Íberíuskagans og það er svona nú búin að vera frekar þrálát saga núna undanfarna vikur. Kanaríeyjar, norðanátt, skíða með köflum eða bjartviðri og hitinn svona og yfir 20 gráður og getur svo farið í 25-6 gráður þar sem hlýjast verður á morgun. Og svo ef við förum vestur hafa þá erum við með hæðir hérna sittkorum megin við meginlandið og lægð hérna með vötnin miklu og svo erum við með svona smá lægðadrag hérna í Klettafjöllunum sem gefur einhverju úrkomu en á öðru leyti er ósköp lítið að frétta. Það er vel hlýtt hérna í suðausturhluta Norður-Ameríku. Edmonton er komin upp í 14 gráður, það þykir nú nokkuð gott á þessum árstíma en á öðru leyti er þetta bara svona nokkuð hefðbundið veður en við skulum láta þetta gott heita í dag, verið þið sæl.